dag og ég ætla að taka smá helgarvlog. Ég ætla líka að gera 8 vikna fitness challenge, þannig að ég ætla að sýna ykkur frá því líka í dag og helgina. Helgar eru náttúrulega svona erfiðastar af því að þá Óli heima og yfirleitt hef ég ekki verið að fara á æfingar helgar en ég að spá í að reyna að fara á spinning á morgun. Ég að vakna undan strákunum í dag, ég að gera með nesti. Ég ætla að gera það sem ég sýndi í seinasta vlogi, súrdeigs samloka með scrambled egg smjöri og everything bagel seasoning. Það svo gott. Mér finnst það eiginlega betri sem sko köld samloka, eða þú veist, mér finnst betra þegar ég leiði brauðinu aðeins að kólna og eggjunum aðeins að kólna þannig að smjörið svona hart. Ég ætla bara að worldfit-æfingu 8:30 og svo ætla ég að kíkja í pottinn eftir það. Ég fer alltaf á föstudags worldfit-æfingar núna. Ég bara alltaf skemmtilegar, alltaf svona eitthvað chipper eða svona eitthvað svona keisla. Ég með jelly cream framan í mér, það svo ógeðslega glistra, ég þarf alltaf að vera með þetta på allan morgun en því nota sem alltaf það. Ég mun vera að spamma á YouTube eitthvað næstu vikur út af þessu fitness challenge. Bara það hjálpa mér svo mikið að dokumenta. Sérstaklega svona fyrstu, þú veist, í byrjun. Því að náttúrulega ég að taka sykurlaust, ekki sykurlaust, en ég að taka nammilaust, segi ég. Og það náttúrulega svo erfitt þegar þú byrjar fyrst að hætta bara nammi, af því að nammi bara drug. Hjálpa mér að stay on track að filma. Ég eitthvað að reyna að búti brauði hérna með einni hendi. Ég er komin í gymföt. Eins sem ég á eftir að gera að gera mér Happy Hydrate og kaffi til að taka með. Ógeðslega fallegt veður. Ég glemdi auðvitað nestispokanum, eða þú veist ég setti hleðsluna og skyrið í nestispokan þannig ég var að deyja, ég var að kreifa þessa hleðslu sko strax og ég kom inn í búningsklefa eftir þessa æfingu að því hún tók ekkert eðlilega á. Ég var að segja, ég var mjög dugleg. Vá, hvað er gott að fá hleðslu. Vöðvarnir mínu bara púlsinn minn var sko uppi allan tíman. Hann var, ég held að hann hafi verið svona meðaltali 170, ég held ég að eins og síðan sko farið upp í 190. Minnir mig ekki, hann sé ekki að segja eitthvað crazy tölu. Jú, það crazy tala. En ég ætla að tjöka þessa hleðslu, ég ætla að fara að taka kúnna og borða bara samlokuna niður á stofu því ég hef alveg tíma. Ég gerði mig eiginlega ekkert til, ég stóð mér hárið, setta mig andlitskrem. En ég bara var svo svöng og ég bara varð að fara út í bíl og fá mér eitthvað smá. Ég er að fá mér Happy Hydrate og ég er óslega eitthvað svona jafnvægislaus í dag og ég er að hlaupa. Ég ætla að vera í langarmaból og stuttbuxum. Ég hlaupa stuttbuxum ef það ekki frost og það, ég held að það sé alveg kalt úti en það er samt sól. En ég ætla að taka smá stulluhlaup, langar að taka 5 km. En já, sjáum bara hvernig líður. Langar bara að koma því, svona vera búin að því, þá getum við byrjað daginn og farið í búð, leika með Ólu, gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að langar að hreyfa mig smá áður en að byrja með þennan dag. Ég spái að vlogga hlaupið á TikTok. Það mun örugglega peppa mig að klára 5 km líka. Ég er 20 mínútur yfir 12 núna. Þannig að ef ég tek 5 km þá er svona hálftíma, en þá er ég koma tilbaka svona 1 litið, sturta og gera eitthvað í dag. Ég vona til að Happy hjálpi mér að svona aðeins eitthvað svona, ég er eitthvað svona off í dag í líkamanum. Hæ afi. Hæ afi. Hæ Oliver. Komin eftir heim með leiðslu. Tók 5 km. Vil ég bara vel í hlaupinu fyrir utan og það var svolítið kalt þegar það var móti undir. En ég ætla bara að hitta styrtu. Hittu allir línu.
Svo ætlum við að gera eitthvað í dag. Hvað segir þú, Oliver? Hvað er að gera? Brynjar að kaupa sér að borða. Fulla. Það er komið skálina en hún var lokuð, þannig að ég fekk mér salatbarinn. Sýndu hvað með? Smá pasta og eitt egg. Ég er búin að vera að fá mig gæt mikið svona hnetusmjörsdöðlur og það voru ekki til, þannig ég keypti þetta. Þetta er cookie dough döðlur. Þetta er svona útýrandi að bjóstu að vera eitthvað svona utanum þar en. Úi. Þetta lúkkar þess að lakrísdöðlur. Ó. Þetta er gott. Þetta er alveg svo, ok. Það er svona gert svona chewy. Þetta er svo dömli. Og það er svona... Þetta er svo dömli? Já, kannski smá svo dömli, svona karamellu væp í þeim. Og maður fara á leik, inn í leiksvæði með Oliver. En nú fekk ég smá skrýtinmóla. Já. Abrasi! Oliver er í crazy mode. Klukkan er orðin 6 og Oliver var inn í nætupössun til mömmu af því ég og Brynjar ætlum að fara út að borða. Fundum borð á tapasbarnum og ég er bara að fara að mála mig. Ég ætla að mála mig hérna inn í stofu af því það er miklu betri birta. Ég þarf að hérna, þetta er speilmynd by the way. Svona. Ég sendi Brynjar í búð af því að hann hafði ekkert betra að gera. Hann er náttúrulega bara 5 mínútur að gera sér til. Herðu, hann er kominn. Fórum í Söru. Ég gaf Brynjar í strigaskó í afmælisgjöf og þau voru stórir þannig að hann ætlaði að skipta þeim. Það var ekki til hans þeim þannig að hann fylgdi bara öðru sér típu, alveg hvíta. Við tvær í þeim. Kynnt svona þig. Kristall, thank you. Er hann ekki heitur samt? Jú. Okay. Og ég fekk að kaupa mig smá. Keypti veski. Ógeðslega flotti litur. Þessi litur er svo mikið að koma inn held ég. Og svo keypti ég ból sem er sko ok. Hann er svona fastur saman. Nei, er þetta að sýna? Þú veist að vera þannig að þetta sé svona svo hlýrabólur yfir bólnum, skilur við. Ég held ég þurfi bara að fara í hann. Já, þú veist, ég held þetta að vera svona. Ég er nýbúin að sjá myndband af Molly May kaupa sér svona Acne Studio ból, þú veist, alveg eins, hann er basically alveg eins nema að stendur Acne Studio og örugglega aðeins betra efni, en hann var slá flottur, þannig að ég keypti hann og ég er með þess að spája verið í honum í kvöld við bara gallabuxur eða svartar buxur eða eitthvað. Ég glemdi að ég má ekki setja krem. Ég var að kaupa með nýja augabrúnavöru. Ógeðslega góð fyrir svona laminated look, en það má ekki setja krem. Það festist þær ekki nógu vel uppi. Ég er svo óvön að byrja á því að gera augabrúnar. Ég var alltaf að enda á því, en sérstaklega með þessa vöru þá þarf að byrja á því. Mamma bara bauðslega að taka hann í nótt, þannig að við ætlum að nýta það. Og nú spá ég að fara í mínigarðinn eftir dinner. Við höfum borð klukkan 7, þannig ég hef svona 40 mínútur til þess að mála og klæða mig. En ég er búin að gera hárið mitt, þannig að það er svona sem tekur mig lengstan tíma. Ég er yfirleitt bara eitthvað 10 mínútur að mála mig. Þetta er svona greiða. Svo er svona busti, þú veist, þessi hérna. Geggjaður í svona laminataðir. Ég er svo glöð út að ég Ásta er nýbúin að setja í mig strípur. Þannig að lengingarnar mattsa, þú veist. Ég átti engar lengingar sem passuðu við hárlitin. En núna get ég notað þessar. Ég ætla svo mikið að fá mér hárlengingar fyrir sumarið. Ekki samt svona síðar, þú veist. Hárið mitt er hérna og mér langar að fá bara, þú veist, jafn langar og hárið mitt nema bara þykja hérna efst, gefa því, þú veist, já, þykja því það er búið að slitna ógeðslega mikið eftir ég átti barn, þú veist, það slitnaði í postpartum tímabilinu.
og hefur ekkert komið tilbaka. Þannig að mér langar bara að þykja, þú veist, ég þyrfti ángríns örugglega bara svona 3 lokka hér og 3 lokka hér. Og þá myndi ángríns vera bara game changer. Augabrúnar, done og það mála mig og horfa á nýja Molly-Mae myndbandið. Með dót til mömmu sem að Óli vantar fyrir nóttina. Hair and outfit. Þetta nýja húlun, taskan. Við erum mjög sumarlega, eða ekki? Brynjar bara í póló. Já, það var að glemist. Hann bara í vesti. Við ætlum ekki drengbundur að vera, þú veist. Við fyrir bara að borða og svo keyrum við í mínigarðinn ef að okkur langar það ennþá. Ég glemdi alveg að vlogga af því að ég var að taka á síman. En við pöntuðum okkur, ok, það er læti. Við pöntuðum okkur 2 réttamann og ég pakksött. Stemming í bænum. Það svo kalt Brynjar á vestinu. Shit, ég sko að frjósa. Ég var eiginlega að frjósa inn á staðinum samt líka. En við ætlum að fara núna í mínigarðinn og veit ég hvort ætlum í mínigólfið að þarna shuffle. Séu hvað þröngt hérna. Og við hitan í gang. Hold my purse. Við hvort erum að fara í mínigólfið að shuffle. Bæði jafnvel. Við erum í mínigólfi á hóli 2. Það er hópur fyrir framan okkur, þannig að við erum bara eitthvað að æfa okkur á brautinni aftur þótt við séum búin með hana. Það er ágætlega rólegt hérna. Kósí stemming bara. Hæ. Takk. Gaman þetta líka. Sjóta það. Það var ekki róslega þyrst. Skál, ástu mín. Sýna þetta, já. Útskýð okkur. Ég man ekki okkur. Ég ætla að koma með 1 bjór. Þá leipum við 2 og það 2 fyrir 1. Já, skál, fyrir því. Það ég það að drekka. Við erum búin með hérna 1 helming af blaðinu. Ég held ég að vinna Brynjar. Þetta? Já, því þú klúðraðir. Fekk 6 að 1. Hann fekk 6 að 1 og ég fekk bara 2. En við erum eftir að taka seinni helming. Ég skal reikna. Núna köttaru. Plus 2. Minus 1. 1. 0. Og við 4 högg á mig sko. Það? Já. Ok, við erum eftir að taka seinni samt. Ég trú. Það var hræðilegt. Brynjar óskar eftir sama sjónarhorni fyrir sig. Það sé það vandrar ekki aðeins mig sko. Já, hvað með þetta? Þetta var bara verður en mitt eiginlega. Eða bara samur staður. Við erum komin heim. Ég er alveg orðin svögg aftur en ég keypti mér fitness pop. Ég lét Brynjar kaupa fitness pop af því ég kreyfi alltaf eitthvað eftir date night. Og ég er í átaki þannig ég mátti ekki fara í ísbúðir svo ég geri alltaf. Ég hefði verið svo til í að ég gerði bara súkkulaði núna en ég er samt alltaf þreytt, ég hef ekki neitt að gera því. En ég hljóði með smá pop og fara upp í rúm, taka með make-upið og kannski bara edita þetta smá. Það var ógeðslega gaman sko, við tókum bara hring í mínigólfinu, vorum örugglega í svona 2 tíma þarna. Og vorum bara að koma heim klukkan 11. Mér langar í cozy fit. Þetta er líka flott kombo. Cozy buxur og pólóbolur. Góðan daginn, ég er frjósa butturum. Þessu vandi klukkan er að ganga 2:30 og ég er á leiðinni á Safran að hitta Natalíu í smá svona late lunch, mætti segja. Ok, glöðveðrið var ekki svona í gær, það er örugglega ekki nefnt að fást að borða, sko. Ég svaf út í dag
Það var mega næs, ég svaf alveg til 11:30. Hefði örugglega getað sofið lengur en ég var bara ég ætla bara að vakna. Ég fæ þetta ógeðslega oft þegar mamma tekur Ólafur í næturpassun og við tökum kannski svona date night og förum út að borða og eitthvað. Ég vakna með svona þungu tilfinningu en samt náttúrulega ekki þunn af því ég drekk ekki. En ég bara svona, ég vakna og ég bara svona, ég gæti alltaf verið þunn. Ég einhvern veginn reyndi bara að rífa mig í gang og lagaði til í húsinu og þá leið mér miklu betur. Og ég held sér bara gott fyrir okkur að fara aðeins út úr húsi þótt að sé ógeðslegt veður. Svo hér með Ólafur, sjúklingur. Hæ Nadia. Hæ Andrea. Kósí hérna. Þetta mjög flottur staður. Ef fólk hefur ekki farið á Safran nýlega þá búið að breyta mjög mikið hérna. Ólafur. Komin heim. Kom akkurat þrumuveður þegar við vorum að fara og ég þorði næst, ég var alltaf með hann út í bíl og svo hræddi þrumuveður. En við erum komin inn og örugg og við verðum bara hérna restina af deginum. Langar svolítið að taka afdrif fyrir vikuna, svo þarf ég að leggja æfingaplan, fyrir þessa viku. Ég held ég var bara búin að gera mánudag og þriðjudagsplan. Matseðil fyrir vikuna, ég þarf að gera matseðil. Þannig að já, ég er að fylgja þetta smá skipulag í skýr og undirbúa vikuna. Mér finnst ógeðslega gott að gera það á sunnudögum. Ég fer líka alltaf í risabúðaferð á mánudögum, þannig að ég þarf að gera innkaupalista fyrir það. En annars bara takk fyrir að horfa á þetta helgarvlogg. Munið að setja like ef ykkur finnst það skemmtilegt og ef ykkur finnst gaman að ég sé að spamma svona þá bara alltaf gaman komment eða bara like, eins og ég segi, þau segir mér alveg mikið. Og við sjáum bara næst. Bye! Hvernig segir þú bye? Bye! Og hvort þau eru kynanum?